Hér er Illugi Gunnarsson kominn. Illugi, þú og Bjarni Ben skrifuðu grein í Fréttablaðið í gær þar sem að þið segið að rétt sé að sækja aðild að Evrópusambandinu. Hvernig komist þið að þeirri niðurstöðu? Ég hef nú verið í hópi þeirra sem hafa verið mjög andstæð þeirri hugmynd að ganga inn. Ég held mikið sem að tengist ESB sem ég tel að sé andstætt okkar hagsmunum. En ég held að þetta mál sé bara þannig vaxið að við eigum að taka það upp úr þessum flokkafarvegi sem það hefur verið í og skjóta þetta í þjóðarinnar. Það sem að skýrikast í það eða eru meginatriðin, það er annars vegar þetta að við höfum bara lent í því núna þessu áfalli sem að hefur orðið hér á Íslandi sem við þýtt það að framtíðar möguleika krónunar eru miklu meira uppnámi en áður. Og ein leiðin til þess að leysa það vandamál er þá það að fara inn í myntsamstarf með öðrum þjóðum og það liggur þá við allan sem ein lausn að fara inn í ESB samstarfið. Og ég tel að við verðum bara að fá einhvern botn í það því að eitt af grunnatriðunum í allri efnahagsstefnunni er peningamálastefnan. Hún þarf að vera í lagi. Og hitt er líka það að þetta mál, þetta bara, ef við höldum áfram að hafa þetta svona eins og við höfum haft það, þá mun það þvælast fyrir okkur í allri pólitískri umræðu ókomna tíð. Og ef maður að segja, við þurfum að gera þetta hérna, þetta er nauðsynleg efnahagsaðgerð, þá svarar maður til, nei, við getum gert eitthvað allt annað ef bara förum inn í ESB. Og við þurfum bara að leysa þetta og þetta hafa Norðmenn gert til dæmis. Þeir hafa farið tvisvar sinnum til þjóðarinnar og sagt, þetta er einhver samningur eða niðurstaða, já eða nei. Og ég held að það sé bara komin sá tími frá okkur Íslendinga að við eigum að gera það. Að við eigum að fara í aðildarviðræður og sjá bara hvað kemur út og leyfa þjóðinni að dæma það. Já, mér finnst það eitt sem menn verða að hafa svolítið í huga hérna. Mér finnst stundum að það er verið að reyna að læða því að þjóðinni að með því að ganga í ESB þá leysum við okkar vandamál. Það er ekki þannig. Og það er engar svona auðveldar lausnir á þessum hroðalega vanda sem við erum að fást við. En það sem þetta gæti þýtt auðvitað fyrst og fremst er aðgengi að myntsamstarfinu. En áfram eru þessi vandamál með sjávarútveginn og auðlindirnar okkar. Áfram eru vandamáli með fullveldið og áfram eru vandamál með möguleika okkar til að semja við önnur ríki og svo framvegis og framvegis. Og þau hafa ekkert horfið þó að bankakerfið okkar hafi hrunið. Þau eru áfram þarna. En sem sagt við eigum bara þá að sjá hvað kemur út úr þessum viðræðum. Já, og skjóta þetta til þjóðarinnar og menn svo bara fara já og nei hreyfingar eða hvernig það nú er, sko. En hvað með einhliða upptöku evrunnar? Sko, ég hef verið í þeirra hópi sem hef haft áhyggjur af þeirri lausn þannig að ég held að því við erum það í nánu samstarfi við ESB í gegnum EES samstarfið að viðbrögðin þar inni verði mjög harkaleg og ástæðan fyrir því ég segi þetta er einfaldlega svo að menn horfa til dæmis á lönd sem eru nú þegar inn í ESB eins og Eystrasaltsríkin og önnur sem að sækja það að komast inn í evruna. Og ef að við svona djúpt inn í samstarfinu komum sem við viljum að taka þetta bara upp einhliða þá er það auðvitað ákveðið signal til þeirra sem núna eru að reyna að komast inn í evruna með því að fullnægja Maastricht-skilyrðunum og öðru slíku og segja bara ok, þá gerum við bara það sama á Íslendingarnir og svo þegar við erum búin að ná að fullnægja skilyrðunum þá tökum við upp formlega. Og sko, í sjálfum sér er tæknilega mjög auðvelt að taka upp evru fyrir okkur, alveg eins og það er tæknilega auðvelt að taka upp dollar. En ég verði þá frekar þegar skoðun að skoða dollarann, af því að það hefði ekki þessar pólitísku afleiðingar sem ég held að myndi hafa ef við tækjum upp evruna án þess að það sé gert í samráði og samvinnu við ESB. Menn það má auðvitað skoða það í ljósi aðstæðna hér á Íslandi eftir þetta ofboðslega hrun, að við getum auðvitað, það er alltaf aðstæður voru hér í haust þegar við vorum að tala við á nefndin okkar Evrópunefndin, ef menn færi aftur núna og segja þeir eru í ljósi þessara atburða, getum við skoða eitthvað. Sjálfsagt að skoða allt slíkt. En ég held að það veri þá nærtækara að við tækjum það bara upp dollari ef það veri. En sko, það er annar mál sem ég ætla að ræða við. Þú ert í fjárlaganefnd. Sko, það voru lögð fram fjárlög hérna í haust og það fór fram þau fyrsta umræða. Nú er önnur umræða fjárlög og það er komið en það er verið að ræða í rauninni allt annað frumvarp. Allt annað frumvarp en það er alltaf því fyrsta umræða. Aftur, sko. Já, en þetta getur ekki talið neitt sérstaklega þingræðislegt. Þetta er ekki góður prósess sem við erum í. Sko, ég vil afsaka ríkisstjórnina með því að segja þetta eru svona neyðaraðstæður, partur af því. En það breytir ekki því og það er það sem við tölum í greininni ég og Bjarni að við erum auðvitað að hafa áhyggjur af því að staða þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu hefur á undanförnum árum verið að veikjast. Þetta sterka framkvæmdarvald sem að hefur sitt fram gagnvart þinginu. Ég tek svolítið út í sviga síðustu 2 mánuði. Þeir hafa reynda verið mjög erfiðir fyrir þingið, menn hafa þurft að vera að fara í gegnum mál alveg ótrúlegum hraða. Lögmannafélagið hefur verið að senda okkur nótu það hafi áhyggjur af lagasmíðinni og auðvitað höfum við sem þingmenn heilmiklar áhyggjur en við höfum sagt það er þessi mikla nauðsyn og mikla neyð. En það breytir ekki því að við þurfum virkilega að setjast niður núna, strax bara eftir áramót held ég, í þá umræðu það hvernig getum við tryggt það að þingið geti sinni skyldu að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Og það er það sem ég held að hafi verið að veikjast á undanförnum árum og eitt af því sem skiptir máli var til að endurvinna traust almennings á þinginu.
að það verði gert betur. En hugsanlegt bara að við förum bara að breyta þess, til dæmis að við þurfum kannski að rifja upp gömlu hugmyndir Vilmundar Gylfasonar að kjósa framkvæmdarvaldið beinni kosningu? Já, það er ekki, við höfum ekki taka neinar hugmyndir út fyrir, við höfum að setja þetta allt fyrir framan okkur. Já. Og sko, það er alveg rök fyrir þingræðisreglunni, en það eru líka rök fyrir þeirra aðferðir sem Bandaríkjamenn og fleiri hafa haft og kjósa með framkvæmdarvaldið beint. Ég verð að segja, ég er svo sem engin stjórnlagafræðingur, langt í frá. En það bara segir sig sjálft að það er bara ákveðið tækifæri og líka leið nauðsyn núna að við förum í þessa umræðu, við köllum til okkar færustu fræðimenn og ræðum þetta, meðal annars svona hugmyndir, eigum við að hafa kjördæmaskipanina eða þá aðferð sem við höfum til að kjósa til þingsins áfram svona, eigum við að skoða möguleika á því að kjósa með beinni hætti til framkvæmdarvaldsins, til dæmis hugmynd sem mér hugnast ágætlega þegar við erum að skipa hæstaréttardómara að fara með það líka fyrir þingið og svo framvegis. Já, þetta er náttúrulega, þetta er ekkit, í rauninni ekki sérstaklega fallið vinnubragð, ég meina það er bara fjárlagafrumvarp er þarna tekið, því er bara gerð breytt og svo er það bara sent niður í þing og sagt því að samþykkja þetta á 5 dögum. Já, þetta er ekki gott, það er augljóst. Þetta helgast auðvitað þessum neyðar aðstæðum, þetta er bara hrinu tekjugrunnur ríkisins, þannig að það er lagt fram í haust, svo hrínur þetta bara, þannig að menn þurfa auðvitað eiginlega búið til nýtt frumvarp. Ef menn hefðu haft lengri tíma, ef þetta gerst aðeins fyrr og við höfum haft lengri tíma, þá held ég að menn hefði farið einhverja svona leiða bara að draga tilbaka og setja aftur á stað nýja fyrstu umræðu. Menn verða að klára þetta fyrir áramót bara samkvæmt stjórnarskránni. En eins og segi, ég vil svolítið taka þessa atburði akkurat út fyrir sviga, af því að það er þessi neyð, en það breytir ekki þessari staðreynd sem ég er að nefna hérna og við nefnum í greininni, að ef við ætlum að ávinna aftur traust almennings á Alþingi og stjórninni, þá verða menn að skoða þessa hluti mjög djúpt. Illugi, ég þakka þér kærlega fyrir að koma.